Hérna, ég svona langa til þess að vera svona eða svona deila aðeins með ykkur. Ég vil endilega ekki kalla það ræðu því þá verð ég alltaf stressaður. En ég ætla bara svona reyna að tala svolítið frá hjartanu. Svo sem ofta tala og fræða svona, en það í öðrum kannski tilgangi. Þar sem að ég vinn með svona fræða kannski um þekkingu á sjúkdómum og svoleiðis, eins og sem eitthvað vita þá ég sjúkraþjálfari, þannig að það svona mikið að fræða fólk náttúrulega mikilvæg hreyfingar og allt svoleiðis. En nú ég að reyna að tala eitthvað sem að skiptir ennþá meira máli. Það eitthvað sem að sjúkraþjálfarar kannski vilja ekki að maður segja að eitthvað sé mikilvægir heldur en hreyfingar. En það staðreynd að það til eitthvað sem mikilvægir heldur en hreyfingu. Ekki það sé slæmt að hreyfa sig, bara svo að það sé á hreinu. Bara taka það fram, en ég ekki að breytingu það. Þetta kannski svona afleiðing svolítið af göngu sem ég hef gengið í gegnum sjálfur. Og það, ég myndi ekki segja að það hafi byrjað með það, en ég rakst einhvern tímann á könnun sem hafði verið gerð í aðventkirkjunni fyrir nokkrum áratugum síðan, og það kann að vera að hún hafi verið endurtekin eftir það. En það virðist vera með svona kannanir sem að hafa verið gerðar innan kirkjunnar, og það stundum svona lokaðar á einhverjum svona lokuðum vefsíðum og maður þarf að borga til þess að fá aðgang að þeim. En allavega, ég las einhver tímann rannsókn sem hafði verið gerð, sem var kölluð Value Genesis, eflaust einhver sem kannast við það. Könnun eða viðtöl sem voru gerð við fullt af ungu fólki innan kirkjunnar og spurt allt mögulegt, kirkjuvenjur og svona, hvað segir maður, persónulega stöðu, persónulegt samband við Guð og svo framvegis. Og meðal annars kom það í ljós að það var stór meginhluti af þessu ungu fólki sem var ekki sannfært það að það myndi frelsast ef að Jesús kæmi aftur á þessari stundu. Og það sló mig aðeins. Sló mig kannski vegna þess að ég var sjálfur í þeirri stöðu. Á ensku þetta kallað assurance of salvation, við getum kallað þetta frelsunarsannfæringu, og ég biðst afsökunar ef að ég með einhver svona villur í málfræði. Ég ennþá með afleiðingar af því að hafa þessu traumatísku reynslu að hafa alist upp í Danmörku í 15 ár. Nei, það var ekki slæm reynsla, en það var ég var í grunnskóla og menntaskóla þar, þannig að ef málfræðin ekki alveg í lagi þá var það út af því. Eftir ég las þessa rannsókn, þá fór ég að spurja einstaklinga innan kirkjuna sem ég þekkti, og fór að spurja þessa spurningu: hvað myndir þú segja, ef að Jesús kæmi aftur núna, hversu viss ertu að þú myndir frelsast? Og algengsta svarið sem ég heyrði var: ég vona það, en það voru, ég held bara eiginlega enginn sem ég talaði við, kannski einn sem sagði ég viss. Ég myndi segja, það hefur oft verið svona þessi, kannski svolítið, við getum kallað þetta togstreita, eða svona þessi tveir pólar eins og margir kannast við, hvort sem það rétt að tala það eða ekki, að þá náttúrulega svona innan kirkjunar þessi svona, við getum kallað legalismi versus svona þessi frjálshyggju, getum kallað þannig. Ég veit ekki hvað ykkur finnst. Mín upplifun svo að svona við erum orðin duglegri gegnum tíðina að tala náð og fyrirgefningu, og þar vil náttúrulega bara sérstaklega benda á náttúrulega Björgvin, prestun okkar, sem hefur, myndi ég segja, verið í fararbroddi hér við það að tala náð. Og en mín upplifun svo að það svona,
menn eru svona meira á þeirri línu. Sjálfur myndi ég ekki kannski segja að sko eitt væri rétt og eitt væri rangt sko varandi þessa svona tvo póla heldur snýst þetta kannski frekar samband við Guð umfram allt. En að því að við þurfum bæði náð en við viljum líka gera það sem rétt. En þetta með samfæringu frelsun, þetta frelsun og öryggi, skiptir máli eða er rétt að vera samfærið frelsun? Er kannski hætta á því að verða of örugg? Því að við náttúrulega, það er svona, já, því að við getum náttúrulega líka farið að vera í hættu á kannski að halda að einu sinni frelsaðar, alltaf frelsaðar. Og við vitum það að í Biblíunni þá er alveg talað svona það sem köllum á ensku svona backsliders. Þannig til dæmis í Hebreabréfinu, 7. kafla og 4. til 7. vers. Það stendur: ef menn hafa eitt sinn verið upplýstir og notið hina himnesku gjafar, fengið hlutdeild í heilugum anda, reynt Guðs góða orð og fundið krafta komandi aldar, en hafa síðan fallið frá, þá er ógerlegt að láta það snúa við og auðrast. Eða í 2. Pétursbréfi, 2. kafla, 20. vers: ef þeir sem sluppu frá sörgun heimsins af því að þeir þekktu drottinvorn og frelsara Jesú Krist flækja sig í heimið að nýju og bíða ósigur, þá er hið síðari orðið þeim verra en hið fyrra. Þannig hvernig á svona hugarfar okkar að vera? Ef við förum aðeins í jólasöguna, þá eins og við þekkjum úr Lúkasar Guðspjalli, 2. kafla og 10. til 11. vers, að þá fengu fjárhirðarnir upplifun sem að mögulega fæst okkar hafa lent í. Og engillinn segir við þá: verið óhræddir, því sjá, ég boða yður mikinn fögnuð sem mun veitast öllum lýðnum. Yður er í dag frelsari fæddur, sem er Kristur drottinn í borg Davíðs. Og verða þeir spenntir yfir því? Já, þeir fara og náttúrulega sjá nýja Jesúbarnið. Og hvernig eru viðbrögð þeirra eftir það? Og hirðarnir snéru aftur og vegsömmuðu Guð og lofuðu hann fyrir það sem þeir höfðu heyrt og séð. En allt var það eins og þeim hafði verið sagt. Og ég er bara svona að pæla, ef að sko, það sem þeir heyra er að í dag er frelsari fæddur. Ekki bara það, heldur er sagt, yður er í dag frelsari fæddur. Þannig að, hvað ef að hann hafði sagt, já, samverjum er í dag frelsari fæddur, eða einhverjum öðrum er frelsari fæddur. Nú, við vitum ekki alveg hvernig þeir skildu orðið frelsari, Við vitum að þessum dögum þá náttúrulega voru gyðingar undir oki Rómverja og sumir álítuð sem að Messías er svona veraldlegur frelsari, en hvort þeir skildu það þannig eða á hinn háttinn sem að við náttúrulega viljum trúa að þeir gerðu það, að þá held ég að þeir hafi upplifað þetta sem að þeir gætu verið vissur það að þeim yrði frelsa. Og viðbrögð þeirra eru að þeir lofuðu hann fyrir það sem þeir hefðu heyrt og séð. Þeir vegsömmuðu og lofuðu hann. Þetta eru viðbrögðin. Ég myndi langa til þess að spyrja, vissir þú að þú ert skapaður til þess að lofa Guði?
Í Mattheus 22, 36-38 þá spyr þá Jesús spurði meistari, hvert hið æðsta boðorð í lögmálinu? Jesús svaraði honum, elska skalt þú Drottinn, Guð þinn, af öllu hjarta þínu og allri sálu þínu og öllum huga þínum. Þetta hið æðsta og fremsta boðorð. Gæti þetta verið að mikilvægasta sem við erum sköpuð til þess að gera? Ég spyr mig. Hvernig við lifum í þessum ófullkomnum heimi og kannski brenglast hugmynd okkar eða ímynd stundum af okkar tilgangi í lífinu. En hvernig eru englarnir? Hvað gera þeir á daginn? Nú í englarnir í Jesaja 6, 3, þeir eru bara að kalla hvers til annars og segja, heilagur, heilagur, heilagur er Drottinn allsherjar, öll jörðin er full af hans dýrð. Verurnar í 4 í Opinberunarbókinni 4. kafla og 8. vers sem eru lýstar að hluta til eins og englarnir í Jesaja, það er að segja með 6 vængi. Þeir eru dag og nótt að syngja án afláts, heilagur, 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 heilagur Drottinn Guð, hinn alvaldi, hann sem var og er og kemur. Nú þegar maður er í heilbrigðiskerfinu þá er maður aðeins að fylgjast með hvað skiptir máli upp á lífsgæði og bara hvað hefur mest áhrif á heilsutengt lífsgæði og eitt af því sem skiptir hvað mestu máli það er það að við séum ekki ein. Það er ekki einmanna. Einmannleiki er bara stór hættulegt. Þannig að hafa einhver tengsl, sérstaklega náin tengsl við aðra skipta miklu máli. Svo erum við að sjá rannsóknir poppa upp eins og jákvæð áhrif trúariðkunar, það er að segja allt í kringum tilbeiðslu, hugleiðsla og traust á einhver yfirvald, það að hitta aðra í kirkjusamfélagi hefur allt góð áhrif á heilsu. Þannig að ef þú spyrir mig þá myndi ég segja það að tilbiðja Guði eitt og sér og með öðrum, það er eitt af bara því sem við erum sköpuð til að gera. Eitt af því besta í lífinu. En þessi viðbrögð fjárhirðana, þeir augljóslega höfðu mikla hvatningu eða mikinn hvata til þess að vegsama og tilbiðja. Þú ert að sjá þarna frelsara heimsins koma og þú ert að sjá hann bara þegar hann er nýfæddur. Hvað með okkur? Hver er okkar hvati? Jesús fæddist, hann dó, hann reis upp aftur. Við erum að bíða. En hvað höfum við að fagna yfir? Sérstaklega í heimi það sem er svo margt í boði, alls konar afþreying og við erum og svo að við séum ekki í fullkomnu landi þá erum við í eitt af bestu löndunum í heimi og flest okkar hafa nóg að borða og nóg til alls. Ég veit að það er ekki þannig allstaðar en það er víða í heiminum þar sem við getum sagt að væri meiri þjáningar. En þannig að hvað höfum við til þess að tilbiðja Guð yfir? Og ég spyr mig hvað höfum við ef við höfum ekki þessa sannfæringu að frelsunin er fyrir okkur? Ef við segjum bara ég vona það, en ég veit það ekki. Hvað segir Biblían? Eigum við að hafa sannfæringu frelsun? Þetta er stjórnleysi sem ég talaði flakka hans fram og aftur. Hérna er úr Hérna er úr Rómverjabréfinu 8. kafla, 16-17 vers. Sjálfur andinn vitnar með anda okkar að við erum Guðs börn. En ef við erum börn
erum við líka erfingjar og það erfingjar Guðs, en samarfar Krists því að við líðum með honum til þess að við verðum einnig veggsamleg með honum. Og úr Efesasbréfinu, 2. kafla, 4-9. vers. En Guð auðugur að miskunn, svo mikil var elska hans til okkar, að þótt við værum dauð vegna misgjörða okkar, endurlífgaði hann okkur með Kristi. Takk eftir í þátíð, endurlífgaði hann okkur með Kristi. Af náð eru þið hólpin, orðin. Og þetta hólpin þýðir raun frelsun. Á grísku sósó. Að því ég er svo góður í grísku. Ok, ekki alveg. Og reisti okkur upp með Kristi Jesú og bjó okkur stað hjá honum í himinhæðum. Þannig vildi hann sýna á komandi öldum ómælanlega auðlegð náðar sinnar og gæsku við okkur í Kristi Jesú, því að af náð eru þið hólpin orðin fyrir trú. Þetta ekki ykkur að þakka, þetta Guðs gjöf, ekki byggt á verkum, enginn skal geta miklast af því. Nú því engin fyrirdæming búin þeim sem eru í Kristi Jesú. Rómverjabréfið 8:1. Og hvað þýðir það að vera í Kristi Jesú? Ef það skildi vera einhver vafi, hvort að við eigum að vera sannfærð að við séum frelsuð, að þá kíkjum við hérna í 2. Jóhannesar bréf, 5. kafla og 13. vers. Þetta hef ég skrifað ykkur sem trúið á nafn Guðs sonar, til þess að þið vitið að þið eigið eilíft líf. En hvernig það þá með þetta einu sinni frelsaðar, alltaf frelsaðar? Því að við getum ekki bara þegið gjöf Guðs og svo hvað? Svo bara lifa áfram í okkar synd, bara haldi áfram að, er það þannig? Eins og ég líti á þetta, sko, að því að eins og mín upplifun var hérna, þegar ég var yngri, þá var það þannig að ég svona, Guð, hann sendi son sinn, hann dó fyrir okkur, hann fyrirgaf mig, ég skýrðist en svo náttúrulega féll ég, eins og við gerum örugglega öll. Við gerum kannski eitthvað sem við eigum ekki að gera, eitthvað sem við vitum ekki samkvæmt vilja Guðs. Og hvað þá? Hvað ef að Jesús hefði komið aftur á þeirri stundu og ég var í alvörunni, ég hugsaði í alvörunni þannig, ég var svona að flakka upp og niður fyrir mörkin. Og bara vonaðist til þess að Jesús kemi aftur þegar ég var fyrir ofan mörkunum. Bara svona, sem var svona 50-50% líkur. En núna svona lít ég á þetta svona. Ég hérna í Reykjavík, ég ætla að fara norður á Akureyri. Og æskilegast væri að taka bara þjóðveg 1, stystu leiðina, tekur 4 klukkustundir og 34 mínútur á löglegum hraða, sem ég vona allir keyri á. En það aldrei alveg þannig það, þá erum við fullkomin. Raunin freka þannig að ég kannski byrja að keyra til Akureyrar, en í Borgarnesi þá tek ég svona vitlausa beygju og enda aðeins inn á Snæfellsnesi. Tek smá rúnt þar, kem aftur inn á þjóðveg 1 og held svo áfram til Akureyrar. Tekur 6 klukkustundir og 48 mínútur. Kannski það svona sem að Jesús ekki komin ennþá. Tekur aðeins lengri tíma. En ég gæti líka byrjað að keyra þjóðveg 1, tekið vitlausa beygju í Borgarnesi aftur og fara svo bara til Ísafjarðar. Ég ekki að segja neitt illt Ísafjörð, en ég held þið skilji hvað ég á við. Ég bara fara á allt annan stað. Ég bara með allt aðra stefnu. Vilji minni þannig bara. Ég vil bara fara í allt aðra átt. En það sem ég að meina munun á þessu tvennu. Ég kemst aldrei til Akureyrar.
ég get farið tilbaka, ég gæti samt tekið hjáleið líka til Vestfjarða, kannski ekki núna, spurning, en ég gæti tekið 2 svona hjáleiðir, ég gæti tekið 3, ég gæti tekið 100, 1000, ég ekki viss að sé nein mörk í sjálfu sér. Spurningin bara, hvert ég að stefna? Hvert þráir hjarta mitt í raun að fara? Ég ekkert rosalega hrifinn á óvissuferðum, en sumir það kannski. En ég veit ekki hvernig, ég veit það með reynslu. Ef að ég væri óviss það, hvort að ég væri að fara og dvelja eilífðina með Guði, eða hvort ég væri að fara til helvítis, þar sem við köllum helvíti, hvernig skilning sem maður hefur á því, jafnvel þótt að sé sem sagt eilíf eyðing, eins og við getum sagt, þá ef ég væri óviss það, hvort ég væri á hvort staðinn sem ég var að fara, þá veit ég ekki hvernig fögnuður minn í hjartanu væri. Hann væri ekki mikill. Þannig að í Rómverjabréfinu 5. kafla og 1. til 2. vers stendur: réttlæt af trú höfum við því frið við Guð, sakir drottins vors Jesú Krist. Hann hefur veitt okkur aðgang að þeirri náð sem við lifum í og við fögnum í voninu dýr Guðs. Stendur ekki að þeirri náð sem við dettum inn og út úr, heldur náðinni sem við lifum í. Og við skulum líka muna það að þessi gjöf, þessi náðargjöf, að hún var, Jesús kom hingað á tíma til heims sem hafnaði honum. Þó svo að við stundum lítum á jólasöguna þannig og höfum þessa fallegu mynd af Jesús í jötunni, í fjárhúsinu og fallegt ljós þarna og allt voða friðsælt. Þá spyr maður sig hvort að raunin væri kannski frekar eitthvað svona, af því að það var ekki pláss fyrir frelsara heimsins. Það var ekki pláss fyrir frelsara heimsins. Og almenningur tók ekki einu svona eftir því að hann var mættur. En hann kom til þess að frelsa okkur og deyja fyrir okkur. Og ég ætla ekki að hafa fleiri orð það. Ég bara vona að við öll getum svona vera á þeim stað þar sem við erum sannfærð frelsun Guðs. Það ekki háð því hver einstu athöfn sem við framkvæmum. Við getum fallið. Það stendur líka að ef við syndgum þá höfum við árnaðarmann hjá föðurnum. Jesús gaf okkur ekki þessa gjöf vegna þess að við erum fullkomin og ekki vegna þess að við yrðum fullkomin frá þeirri stundu. En aðalatriðið hvert við stefnum. Þetta getur verið eitthvað sem að, ég segi það bara fyrir mig, þetta eitthvað sem að maður getur verið að ströggla við. Því að tilfinningar mínar, það segja stundum annað, það segja stundum þú ert ekki fullkomin, þú átt ekki þess að náð skilið. Og ég hef þurft að glíma við þetta í bæn, ég hef stundum, mér hefur liðið eins og Jakob sem var að glíma við Guð. Ég hef stundum þurft að taka öll vers sem að fjalla samfæringu frelsun og þylja þau í huganum til þess að reka út það sem að hinn illi að reyna að koma inn í höfuð mitt. Þannig að nota orð Guðs sem sverð, það bara málið og hugleiða í bæn þessi atriði. Og já. Við langar aðeins bara til þess að biðja núna, svo ætlum við að fá eitt tónlistarætur á eftir og endum síðan með einu lagi. Góði Guð, ég vil þakka þér
fyrir þessa stórkostlegu gjöf. Og ég vil þakka þér fyrir að okkur frelsari fæddur. Ég vil þakka þér fyrir það sem það þýðir fyrir hvert og eitt okkar. Og hjálpa okkur, Drottinn, til þess að horfa á orð þitt. Hjálpa okkur til þess að gera greinarmun á því hvernig okkur líður, hvað stundum svona hugsanir vilja poppa upp í huganum okkar og hvað orð þitt segir. Hjálpa okkur að halda fast í þínu orði eins og í akkeri. Ég bið fyrir hvert og eitt okkar hérna. Bið að fögnuður megi rísa í hjörtum okkar í kjölfarið á þeirri samfæringu. Og ég vil lofa þitt heilaga nafn, Drottinn, því að þú ert hjá okkur. Í Jesú nafni, amen. Mér langar aðeins til þess að bæta við, Drottinn. Ég vil biðja fyrir þá sem að lentu í þessu hræðilega óveðri, sérstaklega fyrir vestan og fyrir norðan. Og miklir hörmungar hafa gengið yfir þar í vikunni. Skelfilega sögu sem við höfum heyrt. Og meira seitt mögulegt dauðsfall. Bið fyrir fjölskyldu þessa einstaklings. Og ég bið fyrir fjölskyldu og fyrir þá sem að hafa orðið fyrir tjóni með öðrum hætti. Og biðjum að þau með að koma á sínum eðlilegum starfsháttum og þeirra eðlilega líf með að koma á sem fyrst. En megi þau líka leita til þín, Drottinn, hinn mikla huggara á tíma neyðarinnar, Drottinn. Þökkum þér í Jesú nafni, amen.